segjum sögur af skemmtilegum Suðurnesjamönnum í þættinum Suður með sjó hjá sjónvarpi Víkurfrétta á Hringbraut á mánudagskvöld klukkan 9:30. Við ætlum að sýna ykkur núna stutt brot úr fyrsta þætti hausins en við fórum alla leið til Kýpur og heimsóttum Njarðvíkinginn Ingu Karlsdóttur sem meðal annars hefur rekið grænmetisveitingastað þar í landi árabil. Inga, hvað kemur upp í hugan þegar þú ert komin hérna á þitt æsku heimili sem ungur Njarðvíkingur? Bara skemmtilegar svona minningar og ég verð bara að segja það, ekkert leiðilegt. Ekkert leiðilegt. Var gaman að vera krakki í Njarðvík á þessum tíma? Já, mjög gaman. Það er mjög gaman. Maður var svo mikill villingur og flestir voru villinga með manni. En hvaðan kom þessi hugmynd hjá þér að fara út í grænmeti? Fannst þér vanta hérna? Fannst þér vera tækifæri? Já, mér fannst það vanta af því það er svo mikið að grænmeti hérna. Og þetta var rosalega mikil hefð hjá Kýpurum að borða grænmetismat eða sérstaklega þá baunir, mikið af baunum og svoleiðis. En það var eiginlega alveg dottið út úr. Og mér fannst það yrði að koma samt einhvað nýtt, ekki að vera bara með þetta hefðbundna baunarétti sem voru með í tómatsósu. Og bara, ég verð að segja eins og að fyrsta bókin sem ég átti var hérna Hagkautsbókin, Grænn kostur. Og ég bara byrjaði á því að elda úr henni. Og það bara gekk svo rosalega vel. Og svo náttúrulega verður, þú veist, öll breytin sem þú gerir verður náttúrulega þínar uppskriftir á endanum. Af því að þú getur ekki notað öll hráefni sem verið að nota til dæmis á Íslandi. Þú verður eiginlega að breyta til og nota það hráefni sem til hér. Þannig að þetta var bara ísinn, bara svona vígan. Það var æðislega vinsæll. Og er náttúrulega auðvelt að fá hráefni í mikið grænmeti hérna? Já, það er rosalega mikið grænmeti hérna. Ekki svo dýrt en samt svona þegar þú ert að búa til grænmetisrétt það er svo rosalega mikið grænmeti. Þannig að þetta kemur eiginlega bara upp á móti því sem þú ert að borga fyrir kjötmeti og annað. Sko. Hvað segja viðskiptavinirnir? Vita þeir að þú ert íslensk? Já, og bara þeim finnst það svo frábært út af því að allir sem að segja við mig, mér langar að fara til Íslands, og hérna, hvert er best að fara og hvað á ég að gera og svo fer maður svo bara alveg í kleinu að því að maður alveg, ég verð að fara að googla og bara vita hvað er að ske, sko, til þess að geta sagt fólkinni hvað að gera og ég er alltaf með svona íslenska bók, alltaf kíkt í bókina, skoðaði bara og svo fer ég bara, þú veist, þannig að það eru rosalega margir sem vilja fara til Íslands.